Góða kvöldið. Nú komið að síðasta pallborðinu í tilefni af endurskoðun menningarstefnu Vesturlands og nú röðin komin að kaflanum samvinna. Eins og vanalega þá heiti ég Sigursteinn og ég starfa enn sem menningarfulltrúi hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Og ég ætla að ræða hérna aðeins fagráðið, en svona rifja það upp svona eins og vanin á þessum pallborðsfundum okkar. En það var skipað sérstakt fagráð menningarstefnu Vesturlands sem á að vera í gildi 2021 til 2025 og það skipað fulltrúum frá öllum sveitarfélögunum á Vesturlandi og auk aðila sem eru starfandi í menningartengdum atvinnugreinum sem aðalstarf í landshlutanum. En kafli stefnunnar í kvöld eins og ég áður sagði tvíleikaður samvinnunni. Og stefna kaflans hljómar svona, ég ætla að lesa þetta hérna eins upp. Sveitarfélög á Vesturlandi vinni saman að menningarmálum og hafi virka miðlun hennar að leiðarljósi. Og sem fyrr þá höfum við boðið til þáttöku öflugum aðilum sem tengjast þeim áherslum sem hér eru í umræðu og ég ætla að kynna það til leiks og ég ætla að kalla það hérna fram á skjáinn. Já, og þau eru hérna komin upp. Og ég ætla að fara hérna hringinn og byrja því að kynna og við kynnum við aftur til leiks Jónínu Ernu Arnardóttur í pallborðið. En fyrir klukka þá sat hún í pallborðið menningarupphaldi í upphafi þessara pallborðsræða. En auk þess að vera skólastjóri í Tónlistarskóla Akraness Jónína tónlistarmaður sjálf. Hún hefur komið eins og áður sagði að rekstri menningarstofnana, hefur skipulagt menningarviðburði og margt fleira tengt listinni. En jafnframt hefur Jónína líka víðtæka reynslu af sveitarstjórnarmálum en hún átti sæti í sveitarstjórn Borgarbyggðar skeið. Næst bjóðu velkomin Ellu Maríu Gunnarsdóttur sem undanfarin ár hefur starfað sem forstöðumaður byggðasatsins á Görðum á Akranesi og jafnframt forstöðumaður menningarmál á Akraneskaupstaðar. Á þeim tíma hefur byggðasatnið tekið sannkölluðum framförum og hefur opnað glæsilega yfirlitssýningu á svæðinu. Ella María hefur nú söðlað og starfað sem verkefnastjóri bæjarstjóra á Akranesi. Næst kynum við til leiks hana Margréti Björnsdóttur eða Maggi eins og við þekkjum hana flest. Maggi forstöðumaður áfangastofu Vesturlands, auk markastofu Vesturlands og hefur stýrt henni með mikilli prýði. Maggi hefur í sínu starfi sýnt menningunni á Vesturlandi mikinn áhuga með tilliti til uppbyggingu á menningartengdri ferðaþjónustu. Næst bjóðum við Rögnvald Guðmundsson sem formaður Ólafsdalsfélagsins en þar hefur hann unnið ötult starf í rekstri Ólafsdals sem menningarseturs við Gilsfjörð. Þar fer fram metnaðarfullt menningarstarf hvert sumar og hápunkturinn Ólafsdals hátíð þar sem listamenn og gestir streyma að og njóta lista og fallegs umhverfis. Rögnvaldur jafnframt eigandi og framkvæmdastjóri fyrirtækisins Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar og formaður samtaka sögutengda ferðaþjónustu. Og ég býð ykkur öll velkomin í þetta pallborð. En við ætlum að senda Ragnheiði Valdimarsdóttur góða kveðjur hún forfellast í kvöld. En svo það fólki bak við tjöldin og með mér í þessu verkefni að vanda Sólveig Ólafsdóttir en hún sérstakur starfsmaður menningarstefnunnar og fagráðsins. Og ég vil bara hérna að bjóða þig velkomin Sólveig, þetta búið að ganga alveg þokkalega hjá okkur það ekki? Já, jú, ég alveg sammála því. Já, nákvæmlega. Virkilega gaman að fá að taka það til svona jákvæðu og uppbyggilega verkefni. Já, nákvæmlega. Ég svona náttúrulega meira bak við tjöldin. Já, en það einmitt fólkið á bak við tjöldin, það nú alveg ansið mikilvægt. En það allavega erum við búin að sanna það að þú sé til, þannig að við höldum áfram í smíri. En ég ætla að byrja þetta pallborð á því að vera með svona spurningar til ykkar allra sem eru svona, svo ég kalla svona ísbrjót spurningu. Og ég ætla að byrja á þér, Ella María. Nú stýrir þú veigamikilli uppbyggingu og endurbótum á húsnæði og sýningu byggðasatsins á Görðum, en þar sem samvinnan var vissulega þverfagleg, allt frá sýningarhönnun til verktaka. Hversu mikils virði að þínu mati gott samstarf í verkefnum sem þessu? Já, ég held að skipti nú í rauninni alveg bara öllu máli. Af því að svona sýning og viðhald og endurgerð á húsinu í leiðinni nær til rosalega ólíkra þátta og það þarf fólk með alls konar reynslu og þekkingu til að koma að því og mér svona sérstaklega gaman myndlíking, ég svolítil Excel-manneskja sem ekki með vinsæl kannski í menningarmálum en ég myndi segja að vera alveg mjög mikilvægur þáttur í verkefna svona stjórnun og þannig og síðan maður með mikið skapandi fólki og þá oft bara fléttast saman og verður til eitthvað svona pínu töfrar þegar koma margir að. Þannig að stutt svar.
Viltu ég fara eitthvað dýpri í þetta? Nei, þetta bara flott til að byrja með, en þetta samt svo mikið satt sko, þú veist að það þetta beautyið svo í sletti við samstarf, að það svona, og það var einu sinni einn listamann sem sagði mig, veistu, sem var að halda svona stóra viðburði, hann sagði það besta við þetta allt saman, það Excel-skjalið, það bara, já, ok, þá veit maður það. en Maggi, má ekki vanmeta það? Nákvæmlega, má ekki vanmeta gott Excel sko. En Maggi, svo ég vindi svona sendun og boltan yfir til þín. Í fyrirtækjakönnun SSVAF kom fram að 10,5% ferðaþjónustu fyrirtækja á Vesturlandi hafa beinar tekjur af menningu og það hæsta hlutfall á landsvísu hér í landshlutanum samkvæmt þessari könnun. Eru tækifæri til frekara samstarf ferðaþjónustunnar og menningartengdra atvinnugreina? Já, ég held að það sé ekki spurning. Og það náttúrulega ekki að tilefnislausu sem að Vesturland hefur verið kallað sögulandi Vesturland, því að hérna bara búum við alveg mjög dýrmætri auðlind sem saga og menning á Vesturlandi. Og við bara sjáum það víða í ferðaþjónustun okkar að það hefur verið mjög ríkjandi að byggja á sögu svæðisins og þessu menningararfi sem við eigum. Og samstarf ólíkra aðila fléttast þá oft saman og verður svona einmitt eins og Ella sagði, svona verða við sér töfrar þegar koma saman ólíkar aðilar og eru að vinna með að verkefnum sem að fléttast saman. Þannig að ég held að það sé alveg tvímælalaust og þetta sé einn af þeim þáttum sem við höldum áfram að horfa til. Það að byggja upp ferðaþjónustu sem snýrað menningu og sögu á Austurlandi og höldum vel í þennan sagnaarf. Sagnaseiður Vesturlands sá brunnur sem við viljum ausa meira að. Og einmitt bara afskaplega verðmæt auðlind. Það ekki hægt að segja annað. Þannig að ég held að það sé ég sammálaðir þarna. En svona ef við höldum okkur svona dálítið á þessum nótunum og ég svona vindi svona umræðinni til þín Rögnvaldur. Ólafsdalur hefur svo sannarlega byggt upp sína ferðaþjónustu á ríkri sögu staðarins og á síðasta pallborði sendið þú skilaboðum fornleifarannsóknir í dalnum hafði haft jákvæð áhrif á reksturinn í Ólafsdal og þá spyr ég, eru tækifæri til þess að víkka út samstarf, það þá ferðaþjónusta, menning og jafnvel fræðastarf samanber fornleifafræði í þessu samhengi? Já, alveg klárlega, ég afsaka hvað ég skuggalegur held ég á myndinni hérna, en það verður bara að hafa það en já, ég náttúrulega lifar hærnist í þessu sem formaður samtaka sögu ferðaþjónustu og ég get ekki skilað á milli sko, sögu, menningar, ferðaþjónustu, ég veist að þetta skapar einhvern mínum huga svona eina heild og í Ólafsdal hefur þetta sannarlega sannað sig, þessi fornleifa uppgöftur að hann dregur gríðarlega mikið af fólk þar og síðan höfum við líka verið með myndlistarsýningar til dæmis í húsinu á vegum Nýpurhurnu, Þóru Sigurðardóttur á Nýp og unnið með sumarlega og þeim og svona vegis. Þannig ég held að séður þetta bara samtvinnað og klárlega hægt að efla samvinnu á þessu sviði, bæði meðal aðila og milli aðila á Vesturlandi, yfir Gilsfjörðinn til dæmis í okkur erum við með staðið sem við getum unnið með og svo framvegis, yfir landshluta þannlega séð. Þannig að ég held að þetta sé ótvírætt bara eitthvað sem við þurfum að vinna markvissar og ennþá betur að og svo Maggi sagði, sögulandi Vesturlandi komið til að vera. Málkulega og það einmitt það sem að gerast í Dölum núna, það mikil uppbygging á sögutendri ferðaþjónustu og bara síðasta stóri áfangin var opnun Vílandseturs síðasta sumar. En Jónína, svo við fórum til þín. En það eins og ég sagði hérna í kynninguna á hann, það var óvægt að segja að þú hafi mikla reynslu á því að standa að menningarverkefnum og til dæmis að vera listamaður sjálf og að standa að viðburðum og rekstur menningarstofnana. Og svo það að þú hefur líka reynslu af því að vera í sæti stjórnmálamannsins og það að segja sveitarstjórnarfulltrúans og vera þannig kannski að vissan átt svona sínum með borðið. En telurðu svona út frá því að það séu tækifæri fyrir sveitarfélögin á Vesturlandi að vinna meira saman að menningarmálum og kannski menningardagskrá? Sko, eitt af besta í vestlenskum menningarmálum, það var stofnun menningarráðsins á sínum tíma, sem að svo núna uppbyggingasjóðurinn. Þetta var náttúrulega búið að vera lengi baráttumál og sveitarfélögin voru lengi búin að vera að berjast fyrir því og svo loksins komst það í gegn og það búið að vera náttúrulega ótrúlega lyftistöng fyrir allt menningarlíf í héraðinu eða á Vesturlandi og bara mjög mikilvægur áfangi sem þar náðist. Hins vegar mættu kannski sveitarfélögin fylgja þessu betur eftir með til dæmis
að það væri einhver vettvangur þannig að menningarnefndir eða þeir sem sjá menningu og sveitarfélögunum myndu kannski hittast og bara væri einn fundur á ári að mætti svo sem vera Teams-fundur líka en það mætti kannski bara efla þetta samstarf. Það væri bara, ég myndi vilja sjá það því að sko uppbyggingarsjóðurinn mjög flottur og þar ákveðið samstarf og svo mætti bara færa það ennþá á hærra plan sko, eða nánara plan. Já, það mjög til og kannski bara fyrsta skrefið að opna samtalið eins og COVID náttúrulega búin að kenna okkur það þetta að funda hvar sem þú veist, með tækninni sko, þannig að kannski þetta bara frekar auðveld aðgerð. Ég held það. Já. Það ekki að kosta mikið. Nei, við höfum tæknina sko. En svo við myndum okkur nú að menningarstefnunni og þá ætla ég að minna alla sem að horfa á okkur núna ekki á Facebook að það hægt að tjá sig að athugasemdakerfinu og ég ætla líka að benda á það að það líka að gera það eftir að fundinu lýkur. Við munum fylgjast með og taka við þeim ábendingum sem koma fyrir þá sem að náðum ekki að fylgjast með okkur hérna í beinni í kvöld sko. Og við tökum öllum hugmyndum fagnandi og komum þeim áfram til fagráðsins og við bendum líka á það líka að senda okkur tölvupóst. Það bara á sigursteinn@ssvaf.is. En við skulum vinda okkur bara hérna í menningarstefnuna og þá ætla ég að setja á Nú eigið að sjá sem sagt fyrstu markmiðin undir kaflanum samvinna og ég ætla að lesa þetta hérna upp. Markmiðið hljómar svona: samstarf sveitarfélaga menningarviðburði og skipulag menningarmála á svæðinu. Og þessum markmiðum fylgja 2 aðgerðir. Það heimasíða Vesturlandsstofu, vesturland.is/kulturvest verði efld og notuð fyrir kynningar á menningarviðburði sem tengjast Austurlandi. Þróun sameiginlegs gagnagrunns til innri nota fyrir mannauð og menningu á listum á Vesturlandi. Og Maggi, þessi nú týndi ég ykkur. Þessi markmið hafa nú kannski dálítið ræst bara með aukinni tækni og bara átæki eða svona kynningamálum hjá markaðsstofunni, ekki satt? Jú, vissulega miðlunartækin okkar alltaf að verða sterkari og við getum komið meiru og skemmtilegra efni á framfæri og við höfum verið í því núna þessi missirinn að bæta við og erum núna bara á lokametranum með að búa til nýja heimasíðu vesturland.is sem að verður sett í loftið núna bara í byrjun maí. Og þar sjáum við mikla breytingu þar sem að verið að efla alla kynningu og verður svona léttara yfirbragð og annað. Þannig að við getum unnið miklu meira með þeim aðilum sem eru að starfa að hvaða þáttum sem það á Vesturlandi, hvort sem það ferðaþjónusta eða menninga, hvað það sem við viljum koma á framfæri. Þannig að þetta verður allt miklu líprar í höndunum á okkur og við getum komið öllu betur á framfæri. Þannig að ég held að miðlarnir okkar hafa elst og við getum þannig unnið betur með þeim aðilum sem vinna að þessum verkefnum. Þannig að það bara bjartir tíma framöndan hvað það varðar og mikil gerjun og margt skemmtilegt sem og við viljum koma á framfæri því að við höfum mörgu sem við getum montað okkur af hérna. Við erum stolt af að segja frá og sýna. Já, nákvæmlega og við reynum að gera það að vera stolt af því sem við höfum að sýna því að það virkilega faglegt og gott starf sem hérna við fram. En svona kannski þessu skylt og ég vil kannski spyrja hérna sveitarstjórnarmanninn fyrirrandi, þetta mikið hagsmunamál fyrir sveitarfélögin að vera með mjög öflugt kynningarstarf á landshlutanum, þá menningar eða bara þeirri starfsemi sem fylgir menningunni á hverjum svæði fyrir sig? Já, það held ég sé alveg tvímælalaust og það bara öllum í hag og bara auglýsir upp landshlutann, gerir það að verkum og fólk vill koma til okkar og finnur sér afþreyingu að það skiptir orðið núna mjög miklu máli að hafa svona áfangastaði eins og maður segir, eins og Ólafsdalur til dæmis. Þú hefur einhvern stað að fara á og þar eitthvað að vera eða fara á myndlistarsýningu og reyna að auglýsa þetta upp því að stundum veit fólk ekkert mjög skemmtilega sýningar sem í gangi og það mjög mikilvægt að auglýsa það. Já, og það þá bara allra hagur í rauninni, þú veist að fiskisagan fljúgi sem víðast. Já, alveg tvímælalaust og það dregur fólk af.
Já, nákvæmlega, algjörlega fólk sem að þá kannski dvelur lengur á hverju stað fyrir sig. En hérna, ein af aðgerðunum hérna er að þróun sameiginlegs gagnagrunns til innirótu mannauðin í menningu og listum á Vesturlandi. Og á Akranesi hefur verið svona dálítið mikil þróun í því það er að fjölga, allavega hefur maður það á tilfinningunum minnstu að það sé að fjölga listafólkinu. Má kannski umorða þetta, Ella María, hérna að efla kannski tengslanett á milli þessa fólks? Já, ég nefnilega, það var svolítið gaman, ég var að sjá held ég vöggudag í 5. skipti í fyrra eða eitthvað og þá ég er með ákveðið tengslanett sem svona breytist alltaf frá ár til árs og það var svo gaman, ég fekk í fyrra ábendingar fullt af ungu fólki sem hafði flust tilbaka bara á árinu og var, auðvitað gátum við ekki gert eins mikið og vildum út af COVID en það var samt hægt að gera eitthvað með þessum yngstu en þetta er náttúrulega rosa handvirt. Ég er bara með einhvern netfangalista hjá mér. Það er ekkert einhver, þess vegna þegar ég sá þetta markmið þarna þá var ég bara yes. Það væri svo geggjað við gætum átt þessar upplýsingar einhvern veginn miðlægt. En það er náttúrulega bara pínu vinna að halda þessu við. Það er náttúrulega bara flytur fólk og til og frá og einhvern veginn. Maður þarf svolítið, maður getur ekkert ætlast til þess að einhver flytur í bæ að hann fara að leita einhvern upp til að láta vita af sér. Maður þarf sjálfur svolítið að sem starfsmaður kaupstaðarins í menningamálum þá þarf maður svolítið að fara út og leita og biðja ábendingar þannig að þetta er pínu vinna Já, en ég held að verið með 3. pallborðsfundinum þá heyrðist mér Heiðar að halda þig fram að þú ætlaðir hérna að fara að safna saman einhverju í tengslanett þannig að ég vona bara að þú sért með það á to-do-lista hjá þér Ég var einmitt að skrifa þetta hérna niður bara já ok, þetta er eitthvað sem við getum svona kannski verið aðeins að skerpa á svona að byggja upp þetta tengslanett Já, en við hljótum einhvern veginn í sameiningu að geta haldið þessu pínu við, Já, ég held að það sé mjög mikilvægt. Það er svo margir sem að, hafa hvorki þor eða, eitthvað ég bera sig eftir, til dæmis bara einhverju öðru fólki til að vinna með, það er svo gott að geta einhvern veginn hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft með því að hafa aðgang að svona, upplýsingum hverjir eru á staðnum og í hverju þeir eru svona að sýsla. Og ekki síst líka bara það að koma með svona að fá ráð hjá hverjum, listafólki getur, þeir sem eru í svipuðum greinum svona geta að tala við hvern annan og fengið svona, og þess vegna er til dæmis breið á Akranesi svo frábær, eða nýja nýsköpunar og þróunarsetri svo frábær svona til að skapa þessa dýnamík. En í Ólafsdal. Þor allir að nýta það. Já, alveg, og það er bara stórkostlegt framtak sem er þar framöndan. En svona þá veltum við kannski fyrir við skreppum þá vestur í Ólafsdal af því að þið hafi verið þar með, þú nefndir áðan að þú hafi verið með þar með listsýningar, en þið hafi verið með einhverja vinnustofur hana líka, eða það ekki? Jú, svo hafi verið með námskeið hald líka, bæði í sambandi tóvinnu, Sölvafjaran er þekktasta Sölvafjara landsins er hérna í nágrenninu og svo framvegis og við erum með hleðslunámskeið og fleiri í þeim túr líka. Og ég tek alveg undir þetta er gríðarlega mikilvægt að fá svona gagnagrunn, svona massívan góðan sem er að hafa up to date eins og hægt og við getum svona í samvinnu einhvern veginn unnið hann. Eða kannski SSVAP með forystuna eða markastofuna eða hvernig og aðri hjálpa til, þannig ég held að það væri gríðarlega mikilvægt að geta komið upp svona grunni, bæði til þess að geta unnið betur saman og líka til þess að geta fundið fólk til dæmis til að skemmta eða taka þátt í hátíðinni eins og Ólafsdalshátíðinni eitthvað slíkt. Og þurfi ekki að leita alltaf endilega bara beint í Reykjavíkursjóði eða hvert er í sérstaklega þekkt andlit. Það er fullt af fólki sem er hægt að fá sem að gera fína hluti. Þannig ég held að þetta geti gegnast afskaplega vel og víðum grunni hjá okkur. Já, algjörlega og tala þú veist að leita að fagfólki, þú veist eins og hann Heiðar, fyrst vorum við minnast hann hérna eða mann ekki hvort það var hann eða það var einhvers sagði að fara ekki yfir lækinn, þú veist að ná í þjónustuna ef ég er að slá mig hérna með orðatiltækjum. En já, við höldum áfram og ég ætla bara að kalla hérna fram næstu býtum við, svona, og þá erum við að tala safnamálin og það er samstarf markmiðið í þessi markmið hljóma svona að það er samstarf sveitarfélaga safnamál á Vesturlandi. Og aðgerðirnar sem fylgja þessu eru árlegur samráðsfundur safna á Vesturlandi og þróun og markaðssetning Vesturlandspassa sem gildar sem aðgöngumiði að öllum söfnum á Vesturlandi. Já, og í þessu, látum við að sjá,
Já, svona. Nú komið þið. Svona alltaf tína ykkur svona í beinni útsendingu, það ekki gott. En við þessu samhengi þá langar mig til að minna það að það hefur verið að fara fram vinna það að taka út samstarfssafna á Vesturlandi og svona niðurstöðu þeirri vinnur að vænta núna með sumrinu. En þetta samt mjög þörf og góð umræða. Mér langar að spyrja þig, María, hvað finnst þér aukið samstarfssafna á Vesturlandi, þú sem varst með byggðasafna þín í könnu? Já, þetta nefnilega sko, þetta pínu, þú veist, safna í haustnum á mér eiginlega þessi byggðasöfn, listasöfn, náttúrusöfn, en þú veist, svo náttúrulega bókasöfn og héraðsskjalasöfn líka, en manni finnst það ekki alveg, þú veist, við höfum verið í ákveðnu samstarfi, sem sagt, eiginlega bara menningarminjasöfnin á Vesturlandi og það hefur verið rosa gott að fá það samstarf, unnið saman verkefnum, fengið saman fræðslu og en ég held alveg að þessi óhætt að bæta í, af því þú veist, það ekkert nóg að hittast einu svona ár og skiptast á skoðunum. Það mætti gjarnan vinna sameiginlega að ýmsum málefnum og ég held að þessi skýrsla sem þú tala sé væntanlegt bráðum, það ekki það sem við vorum að vinna í fyrra og hitt í fyrra? Jú, hún búin að vera svona, það sem til dæmis að tala bara svona stærri mál eins og til dæmis sameiginlega geymslur og sameiginlega sérfræðiþekkingu og ég bara all for it, sko. Já, nákvæmlega, og svona kannski útskýraðist nánar þá kemur þetta sko úr byggðaáætlun að það sé skoðið samstarf safna á landsbyggðinni og það sé stofnað ábyrgðarsafn og það einmitt þetta með geymslurnar. En þið segið þetta var eitthvað sem myndi gagnast allavega byggðasafninu á Akranesi. Já, ég held það og mögulega öðrum líka, þú veist, sérstaklega kannski þetta geymsludæmi, en ég held þetta bara, þú veist, það þörf á ýmiss konar sérfræði þjónustu á þessum söfnum og kannski ekki pláss fyrir 100% starf allstar, þannig við gætum líka alveg kannski verið með einhvers konar samstarf í svona starfsmannamálum, sko, að það ekki það langt á milli allra. Nei, nákvæmlega. Þannig að það sé fyrsta möguleikum, sko. Og kannski það verði til þess að svona kannski betri þjónusta, svona, nú ég bara að hugsa uppátt, sko. En það greinilega... Já, og kannski bara eins og forvarsla og líka bara svona ákveðin fagstörf kannski sem væri hægt að vinna. Já. Jónína, hvað svona þín hugsun í þessu máli? Finna mjútakan. Jónína. Ég datt nú aðeins út, hljóðið var svo lélegt þarna hjá mér, en mér langar aðeins að segja bara með það sem vorum að tala um áðan, að það var svolítið skondið við Ella María og vorum akkurat búin að hittast og plana fund með öllum listamönnum á Akranesi þegar COVID skall á. En það bara góð hugmynd sem við eigum inn í seinna þegar Sigursteinn búin að hjálpa okkur að gera listan og það mætti gera svona á fleiri stöðum í fjórðungnum. En varðandi sko samstarfssafna þá það mjög góð hugmynd en það hefur sko, já, það sem erfitt kannski, sko sveitarfélögin á Vesturlandi hafa oft talað að ráða einhvern starfsmann í einhver mál en það gerist kannski ekki mikið. Þannig að það væri rosalega flott ef að það myndi eitthvað gerast einhvern tímann og þetta ætti ekki að vera brjálæðislega mikið mál en að því að sko auðvitað flestu sveitarfélögin sem eru með metnað eru að leggja peninga í menningamál og vilja gera það vel og sameiginlega náttúrulega væri hægt að efla miklu meiri sko einhverja sérfræði þekkingu og gera hlutina enn betur. Þannig að mér myndi finnast þetta bara mjög spennandi kostur að fara út í enn meira samstarf og sorglega eiginlega svona til dæmis eins og með þarna sameiginlegan passa í öll söfn. Nú kosta ekkert endilega inn á öll söfnin eða svona svolítið mismunandi en það hefur ekki verið að virka nema það var í fyrra tilboð að með sko landnámssetrið og Vínlandssetrið sem að mér ást rosa smart og mér finnst alveg ástæða til að ýta undir eitthvað svona þú getur verið með myndlistapassan eða sögupassan eða alhliða menningapassa Vesturland eða eitthvað svona það væri mjög smart að gefa út eitthvað svoleiðis. Já, svo sannlega. Maggi, hvernig líst þér á þetta? Eru bæði þessa hugmynd sem Jónína að kasta fram og svo kannski sem við langar líka til að vita, finnst þið vera tækifæri í auknu samstarfi safna á Vesturlandi?
Já, ég held að það sé alveg tímalaust og það svona það sem snýrað okkur í markaðsmálunum og í ferðaþjónustun og uppbyggingu og framvindu ferðamála á Vesturlandi, þá þetta svona svolítið, annars vegar þetta sko svefnsetur og sýningar og dægradvölin og það gildi að hafa eitthvað fyrir að vísa fólki á til að gera, sjá og skoða og auka þekkingu sína og upplifun og hins vegar þetta bara fræðilega og faglega gildi sem svefnin hafa, þau sem hafa varðveislu, sjáum það, varðveislu hlutan og það, þannig að þetta ekki alveg svona það sama og ég held að það blanda þessu svolítið saman og hver styðji annað skiptir líka miklu máli og einmitt að koma upp svona safnapassaði safnarhring og ég ætlaði einmitt að nefna eins og Jónína sagði að það bara virkaði mjög vel í fyrra þegar að Vínlandssetrið opnaði að þau voru í samstarfi við og þetta svona systur stofnanir, eða ekki stofnanir reyndar, þetta svona systur söfn eða sýningar, Landnámssetrið og Vínlandssetrið og þau fundu alveg mun á því hvað það skipti máli fyrir þau að vísa hvert og annað. Því að oft þetta eitthvað líka sem kemur fólki á óvart því að bara orðið safn eitthvað sem að svona fólk næri ekki kannski alveg utanum og þessi munur á safni og sýningu og setri að það eitthvað sem við þurfum líka kannski svona að hugsa þegar við erum að kynna fyrir fólki og laða fólk að. Þannig að ég held að þetta sé alveg tímalaust eitthvað bæði þá samstarf þessara aðila sem vinna í þessum geira og svo samstarf bara hins almenna sem að reka ferðaþjónustu að þeir geri sig grein fyrir hversu dýrmætt þetta að geta boðið upp á alla þessa menningu og þekkingu sem liggur í söfnum, setrum og sýningum hérna á Vesturlandi. Já, algjörlega. Og þess vegna spyr ég kannski þig, Rögnvaldur, að því að það hefur náttúrulega þetta geti verið kannski eitthvað sem geti gagnast, ég spyr hvort geti gagnast starfsemi í Ólafsdal og kannski sérstaklega því ljósi að því að við sem hefum heimsótt þig að við vitum að það ekki bara innan í húsunum, það líka allt umhverfið og sögurnar sem að fylgja bara landinu sjálfu. Þetta eitthvað sem að vera hægt að yfirfæra yfir á starfsemi í Ólafsdal? Já, ég held það sko, þannig að í Ólafsdal þetta svona menningarlandslagi líka, þetta svona menningar minjastaður sko, allur dalurinn undir hjá okkur. Það það fornar beðasléttur sem stærst á Íslandi sko, túnin svona í beðum og allar hleðslurnar og svo öll sagan aftur til víkingatíma greinilega núna sjáðu og við til okkar, til 1970 var búið í Ólafsdal. Þannig ég viss það en ég vil koma aðeins inn á kannski sem Maggi var að segja, þetta alveg rétt að þetta sko söfnin sko hafa sitt rannsóknarhlutverk og varðveislu hlutverk og það alveg sérstök ella út af sig og þau þurfa að vinna saman í því. En svo kemur þetta sem ferðaþjónustu og allt sem henni tengist sem við getum öll unnið saman að. Söfnin, sýningarnar, setrin. Kannski þetta skiptast aðeins upp, sko, en ég held að sé klálega, það fullt af söfnum, stærstu söfnin á Íslandi í samtökunum hjá okkur, samtökum söguferðaþjónustu, flest, ekki öll, en flest. Og þau sjá sér hagi því að vera til þessu samtökum. Það sem til dæmis einstaklingar líka, eins og til dæmis Ísafjörður Guides, ein kona, Helga Hásner, þar að leiðsegja Ísafjarðarkaupstað og síðan þjóðminjasafnið í samtökunum hjá okkur. Þannig að þetta hefur sannað sig að hafa verið gildi bara fyrir alla, geta tala saman frá einstaklingum og upp í fyrirtæki sem með 10 starfsmanna. Þannig ég held að sé tvímælalaust þarna gríðarlega spennandi tækifæri á svona aukinni samvinnu, bara að finna struktúrin fyrir þetta og slíkt sko. Það ekki að kosta þetta mikið sko. Nei, einmitt, og svo náttúrulega það líka þannig í samtalinu þá myndast nýsköpunarhugmyndirnar. Það líka það kannski það. Já, akkúrat. Maður veit aldrei hvað kemur út úr því sko. Hitta skemmtilegt fólk. Það kemur svo ótrúlega margt skemmtilegt út úr því og ég langar aðeins að vitna í að ég er búinn að stýra 4-5 Evrópuverkefnum og eitt verkefni hét Sagalands. Út úr því komu samtökum söguferðaþjónustu. Þetta verkefni var 2002-2005. Fólk í þessu verkefni var frá 15 stöðum í 8 löndum. Og þetta allt bestu vinnur í dag og það að vera til ný verkefni og orðið til fjöldamörg ný verkefni bara út úr þessu eina verkefni og okkar samtök eru til í framhaldi af þessu verkefni. Þannig að öll svona samvinna hún á að þróast yfirleitt yfir í hefur mikil margfeldisáhrif þannig að minni reynslu.
Algjörlega, þannig að það kannski bara, ég heyri nú ekki öðru en að þetta séu bara endalaust tækifæri sem eru hérna í þessum geira, þannig að það bara kannski bara mjög jákvætt, kannski eru við staðinn, við erum kannski þeim lúxusmálum að vera ekki með vandamál, þetta bara tækifæri, það er nú bara það sem ég hef alveg heyrt hérna í þessu saman, sem nú bara virkilega jákvætt. En ég ætla að halda áfram, já. Og við förum hérna yfir í næsta kafla sem er sem svona kannski þessu örlítið skilt, en það er verið að tala menningarhúsin og félagsheimilin, að þau séu nýtt til enn frekar til menningarstarfs. Og aðgerðin sem fylgir þessu að stuðningur við bætta nýtingu menningarhúsa og félagsheimila í þágu fjölbreytta menningar á Vesturlandi. Og þetta rýmar svona dálítið við þau markmið sem eru í sóknaráætlun Vesturlands. Og svona kannski í framhaldi af þessu þá langar mig líka að eins og með hérna söfnin þá fór líka fram hérna ráðstefna og látum við sjá, okkur fæ ég alltaf vitlausan glugga. Síðasta kvöldið, þá gengur þetta svona, krakkar mínir. Ég alltaf að týna pappborinu mínu, þetta myndi nú ekki vera gott í ferðaþjónustunni að vera að týna hópnum sínum alltaf. Já, en ég ætlaði svona að minna á það að það fór fram ráðstefna aukna nýtingu félagsheimila á Vesturlandi sem í þágu menningarinnar. Og ég ætla nú kannski líka að varpa þessari spurningu til þín, Ella María, að því að á Akranesi þá eru nú kannski ekki beint félagsheimili, en væri þörf á menningarhúsi? Nei, þetta einmitt svolítið fyndið, sko, Borgarfjörður með alveg bara skrilljón félagsheimili út alla kopp og grundir, við erum ekki reyndar, sko, vil ég kalla bíóhöllina okkar menningarhús. En og þar sem sagt ekki bara sýnt bíó, heldur eru sett upp leikrit og fara fram tónleikar, þannig að það er nú ágætis svona nýting á því. En það væri geggjað ef við hefðum eitthvað svona félagsheimilis ígildi annað, af því það er alveg stórkostleg vöntun til dæmis bara á plássi fyrir þá sem vilja sýna list á veggjum. Fyrir málara og ljósmyndara og hvað eina sem að þarfnast veggpláss. Við erum ekki með neitt sýningasal og oft get ég trúað að félagsheimili gætu stokkið inn í það hlutverk að vera sýningasalur. En við verðum bara einhvern veginn að finna okkur einhver ráð við því á næstunni hérna hjá okkur. Ég mun að gleyma hvað þú spurðir. Já, ég var að spyrja menningarhús og félagsheimili, já. En þetta var samt rosalega gott hér, þetta vakti maður vissilega til umhugsunar. Ég fór svona að spá bara, já, hvað getur maður að setja málverkasýningu á Akranesi, en þetta er rosalega fín. En hvað segir þú, Jónína? Hvað finnst þér öll félagsheimilin hérna, að því að við vorum nefnd Borgarfjörðurinn á svo mikið af hérna félagsheimilum? Er hægt að breyta þeim í svona menningarhús? Sko, Borgarfjörðurinn hefur sýnt að það er bara mjög vel hægt að breyta félagsheimilum í menningarhús, því að eitt félagsheimili er nú bara orðið þarna, já, svona menningarhús og kaffihús og ýmislegt þarna upp í Brúarási, og síðan er Lyngbrekka náttúrulega leikfélag Skallagríms er þar, og Logaland hefur náttúrulega alltaf verið mikið svona menningarhús og það er líka svona sjálfstætt rekið, sveitarfélag bara styrkir það. Og það eru ýmsar hugmyndir, sko, þannig að þau hafa svona, eitt var nú selt bara, það var minnsta húsið, og þannig að það er ýmislegt hægt að gera og þau hafa verið í svona sæmilegri nýtingu, en það má auðvitað gera betur. Maggi, núna gerðist það nú hérna fyrir vestan að Breiðablik gekk í gegnum endurnýjun nýrdaga með því að það var tekin það bara inn ný notkun og þetta svona húsið svona alltaf lifnaði við, og ég svona hugsa, sko, vegna þess að kollegi minn á Suðurlandi, þegar við vorum að ræða félagsheimili þá sagði hann, já, félagsheimili er svona eins og afi gamli, þú veist, svona, hvað eigum við að gera við afa, þú veist, eigum við að hafa hann, þú veist, hérna með eitthvað svoleiðis, hann var náttúrulega að fara svona daldið, en þetta var svona, já, þetta er svona daldið, okkur er ekki samum þessi félagsheimili, en er þetta kannski bara óþarfa áhyggjur, þú veist, með reynsluna með Breiðablik?
Ég held að eins og bara í öllu þá bara samtal og vanda vel til verka, það það sem mikilvægast og öllu, en auðvitað þetta þannig að það hafa margir tilfinningar til félagsheimila og félagsheimili voru á sínum tíma reist af kvenfélagi, ungmennafélagi og sveitafélagin til samans og það voru margir sem lögðu hönd á plóg og gáfu sína vinnu og annað og þetta þau höfðu svona sinn sess og þarna eru haldin þorrablótin sem eru ómissandi í hverju menningarsamfélagi og ýmislegt svona sem fólk vill ekki missa og þannig að maður verður svona einhvern veginn að passa upp á allt og það svona ríkjandi hugmyndir fólks að félagsheimili þurfa að vera til staðar en samt horfum maður á mjög mörg félagsheimili standa auð meir og minna allt árið og eru þó ekki að vinna fyrir okkur og ég held að það sé það sem maður þurfum svolítið að fá fólk til að hugsa þú veist, hvernig getum við nýtt þetta ennþá betur og láta það vinna ennþá betur fyrir okkur og með því að samþætta einhvern veginn þá starfsemi sem þarna og þá sem sagt, aðstöðu sem til staðar. En vissulega eigum við mörg dæmi félagsheimili sem hafa verið tekin undir einhverju notkun sem hefur bara skipt miklu máli fyrir það samfélag sem þau eru í og allt í einu fattar fólk að þarna hefur verið bara svona að því að félagsheimili eru náttúrulega svona viss auðlind sem á þá eftir að virkja til þess að við getum notið betur. Af því að þau náttúrulega gera ekkert gagn fyrir okkur með að þau standa bara einhvers staðar með gapandi gluggana tóma, sko. Þannig að þetta eru viðkvæm mál og það þarf að vanda til þeirra en ég held að þetta sé mjög þarft verkefni. Já, og gefum mörg tækifæri, svo við höldum áfram að tala tækifæri. Einmitt, það nú bara svona dálítið rauði þráður en tækifærin, sko. Nú úr þessu þá sáum við það, sko, að félagsheimilin eru náttúrulega auðlind og ég alveg sammála því, sko. Rökkveldur kannski þessu svona skilt en kannski ekki beint hluti af menningarstefnunni, önnur hús, af því að náttúrulega þegar við komum í Ólafsdal, þá var gamla skólahúsi var náttúrulega hafði svona ekki verið notað mjög mikið þegar það var tekið til hendinni þar. Önnur hús sem hægt að nýta sem menningarhús, bara önnur sem en ekki beint félagsheimili? Já, mennur á svæðinu? Já, bara almennt, sko. Almennt, já. Ég vil kannski aðeins halda áfram með félagsheimilumræðinu pínlítið, sko, því að ég veit að í Dölum þetta ákveðið vandamál, sko, þú verður þar með Tjarnarlund og það Árblik og það Dalabúð og það Staðarfell og þannig að þetta svolítið höfuðverkur en menn hafa nú rætt að Tjarnarlundi gæti orðið svona sýning Sturlu Þórðar myndi tengjast á Staðarfelli og Staðarhóli og allir því sem þar að vera, sko. En það spurning hvað átti með aðra byggingar, það auðvitað hugsanlega eins og eyðibýli, segjum eins og Nýb á Skarðsströnd sem Þóra á sumarlega hafum tekið í gegn og nú orðið menningarmiðstöð nú segja á Skarðsströnd. Það bara einstaklingar sem tóku það í gegn og eru búin að verðlaun fyrir það á hvaðina eins og við þekkið, sko. Þannig að það og náttúrulega í Ólafsdal svo sem þegar upp staðið verður vonandi endurbyggð þar svona 8 til 10 hús, skiljiði. Þannig að það líka þá smiðja og tóvinnuhús, fjósið, allt endurbyggt og sumt var nýtt hlutverk og annað verður sem sagt gisting í ýmsum stöðum, en já, ég kláraði það og svo náttúrulega eins og til dæmis ég var að segja með þarna hvað heitir það nú, alltaf ekki Gilsfjörður Art eitthvað svoleiðis á Gilsfjörðarbrekku í Gilsfjörð, það búið að opna vinnustofu fyrir listamenn í gömlu bara sveitabýli eða húsi. Þannig að ég held að sé svona endalaust tækifæri sem í þessu, það er bara hugmyndaflugi sem að ræður þessu langt með ganga en það klálega það kannski líka bara málið, við þurfum að komast út úr þessum fræga kassa, það ekki svona bara með húsin sem við erum með og sjá svona hvað í boði. En Maggi, þú varst búin að biðja orðið, var það ekki? Jú, þegar maður veltir fyrir sér öðrum húsum og fleiri tækifærum og horfir kringu sig og það eru tækifæri hverju þúfu, að þá langar mig að minnast líka á hús sem að líka getur verið svolítið viðkvæmt og hefðirna segja okkur að það kannski ekki allt sjálfsagt, en það eru kirkjurnar okkar. Við eigum náttúrulega rosalega margar kirkjur og sem eru mjög falleg og margar hverjar friðaðar og við sjáum og bara sóknarkirkja mín til dæmis eins og niður á Búðum sem friðuð kirkja og mjög sérstök í útliti og þar hefur byggst upp mikil var farið að taka á móti mjög mikið á hópum og gestum og fólk kom alls staðar á heiminum til að gifta sig til dæmis og þetta var orðið bara
mjög stór þáttur og sem þurfti að sinna hér á þessum stað. En jafnframt náttúrulega þetta svolítið viðkvæmt af því að þetta er kirkja og svona þetta það sem að sóknin hér að velta sér upp úr þessa dagana, það að gera einhverja reglur kirkjuna, hvað má og hvað má ekki. Og til dæmis hefur það í vetur í öllu kófinu þegar það mega bara vera fáir, þá hefur þetta styrkt mjög stöðu ferðaþjónustu á staðnum þar sem að þeir hafa verið að bjóða upp á helgar menningardagskrá þar sem þeir hafa fengið góða tónlistamenn til að vera með tónleika og þeir hafa getað skipt hótelinu upp í tvö sótthólf og sóttvarnarhólf og svo hafa þær verið með annan hópinn upp í kirkju á tónleikum, menn hinn hópurinn borðar í borðsalum og svo skipt þannig að þetta hefur verið til þess að þeir hafa getað haldið opnu í allan vetur á hótelinu af því að þeir fengu að nota kirkjuna undir tónleika. Og núna svona verið að díla við þessa hugmynd, er þetta eitthvað sem við viljum eða viljum ekki eða hefur eitthvað á móti þessu og þá hvers vegna? Og það er svona stefnumótun í gangi, þannig að ég held að það eru fleiri tækifæri út allt og kirkjurnar eru náttúrulega mikil menningarverðmæti og falleg umgjörð ýmsa viðburði. Þannig að ég held að þar mættu við líka alveg skoða hvað hægt að gera. Já, þar er líka svo sannlega tækifærin og við eigum afskaplega fallega kirkjur á Vesturlandi og líka í því samhengi líka bara vitarnir sem að hafa verið eins og á Akranesi. En Jónína, þú varst búin að biðja orðið. Já, ég gleymdi að minnast á líka, það er mjög skemmtilegt núna náttúrulega út í Hvalfjarðarsveit, það er náttúrulega Hlaðið sem þetta stríðsminjasafn og það eru líka kaffihús og það hefur bara verið að ganga nokkuð vel held ég og Gaui litli þarna alveg verið að standa sig með prýði og það er náttúrulega líka sundlaug og vonandi lifir nú sjoppan af og svo er líka þar þessi fallega kirkja þarna og þar hefur verið núna svolítið endurnýjun finnst mér á starfinu, það er búið að vera svolítið öflugt núna tónleikaprógram sem við vorum með í fyrra, ætla að vera með aftur núna og síðan er líka, núna var myndlistarsýning þar og það er svolítið gaman að sjá svona að þetta svæði er bara að verða mjög lifandi þannig í kringum þessi tvö hús Svo sannlega, þetta er nefnilega alveg rétt og það er líka gaman með hernámssetrið að það tengist einmitt svona eins og Ólafsdal svona dálítið sögu svæðisins svona því að Hvalfjörðin var náttúrulega dálítið þunga meðja í stríðinu. En Rögnvaldur, þú varst búin að biðja málið. Og þetta er alltaf hárrétt sem að tala um kirkjur og vita og svo framvegis. Þetta er mjög spennandi mannvirki til að nýta meira í ferðaþjónustu líka. Og þá verður maður líka svolítið hugsið þegar maður kemur í kirkju eins og Skarðskirkju og Skarðsströnd það sem eru þjóðargersemi, gjörsamlega frá 15. öld, alabastusmynd til dæmis þar. Þetta er í einkaeigu, þetta er auðvitað á svo litið á, ég veit ekki hvað að segja á grensunni varðandi umhirðu og allt slíkt, maður ekki segja beinlinnis, þetta er auðvitað erfitt fyrir heimamenn að sjá þetta allt saman. Þannig að þetta er líka svona umhugsunaratriði Þetta er auðvitað gríðarlega spennandi að skoða þetta til dæmis. Og svo er líka spurning hvort einhverja kirkjur eins og með alveg séð erlendis fá breytt hlutverk. Hvort það er mögulega bara hugsanlega aðhelgun á kirkju sem er æskileg eða hún lítið og þetta verður einhver skemmtilega starfsemi í kirkjunni aðra heldur en svona helgihald og slíkt og maður hefur séð þetta náttúrulega gerast eitthvað á Íslandi en mikið erlendis. Stærðar kirkju sem hefur verið breytt í eitthvað allt annað en það voru upphafur sem dæmi. Já, algjörlega. Og þetta er mjög áhugavert og ég komandi það sem ég bjó út í Glasgow, þú veist að það getur talað það eru margar kirkjur sem hafa fengið allt annað hlutverk heldur en það voru byggðar til þess að gera þannig að það má kannski horfa á þetta svona hluti þannig. En við höldum áfram og ég ætla kannski aðeins að minna á spjallkerfi eða kommentakerfi inn í þráðnum okkar og þar er fólk að tala samstarfssafna að það sé mikilvægt og þá sérstaklega samstarf milli safna fólksins og Guðrún Jónsdóttir sem nú er forstöðumaður safnahússins í Borgarfirði, safnahússins í Borgarnesi hefur verið að tala en við þurfum að halda áætlun, tíminn flýgur frá okkur sérstaklega þegar það er gaman. En býtum við næsta áhersla sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í kvöld er fræðasamfélagið og það er menningartengt samstarf við Snorrastofu Reykholti, Háskólann á Bifröst og Landbúnaðarháskóla Íslands og það er aðgerðir sem fylgja þessu er árlegur samráðsfundur fræðslusetra, háskóla og menningarfulltrúa á Vesturlandi.
Önnur aðgerð að stuðla að samstarfi stuðla að samstarfi við menningarstofnanir ríkisins og þá er við að sennilega meina við eins og til dæmis Höfuðsöfnin. En já, þetta var svona hljómaði þessi kafli og ég ætla nú svona kannski af því að í Ólafsdal hefur verið svona, þar er landbúnaðarsagan dálítið sterk. Hefur eitthvað verið rætt eitthvað samstarf við Landbúnaðarháskólann? Já, við erum með samstarf, undirritað samstarf, samstarf við þá sem hefur kannski ekki verið alltaf hverju ári gert neitt sérstakt en það hafa verið rannsóknir í Ólafsdal á vegum Landbúnaðarháskólans, það hafa verið viðburðir og fleira slíkt og við þurfum kannski náttúrulega að efla þetta enn frekar en við erum með undirritaðan samning við þá samstarf. Við höfum líka verið að ræða samstarf við Háskóla Íslands, við tlannum til að Sumali Íslandsson er líka sér með hagnýta menningarmiðlun í háskólanum, sá sem er með Nýp á Skarðsströnd og var áður í stjórn félagsins og hefur rætt við hann framtíðarsamstarf. Nú erum við auðvitað bara á fyrstu skrifunum í Ólafsdal, þannig að þetta á eftir að eflast og aukast mjög mikið, en ég sé alveg fyrir mér aukið samstarf rannsóknir, fræðastarf og í Ólafsdal og mögulega aðsetu fyrir fræðimann þar og fyrir fræðastarfsemi í dalnum og við erum svona félagir en að ýta við því að svo getur orðið. Við erum svona í viðræðum við minni vernd það. Og sérstaklega ljósi bara þeirra uppgötvana sem að gerast þar bara á liðnum árum. Já. En Ella María, þú veist að því að núna ef við hugsum Akranes þá sem kaupstað, fræðasetur ýmislegt svona kannski við að þið eru náttúrulega nálægt Reykjavík, svona eins og til dæmis ef Listaháskólinn myndi koma og vera með vinnustofur eða hreinlega bara aðsetur á Akranesi, svona ef við svona ímyndum okkur, hvaða þýðingu myndi hafa það fyrir bæinn og samfélagið? Ég myndi halda að það hefði bara mjög mikla þýðingu. Þetta er eitthvað sem að vantar og vöndilega kannski tengist bara umræðu sem var snemma fyrsta öðru pallborðin varandi barnamenningu kannski sérstaklega. Ef að Listaháskólinn gæti verið með einhvers konar kennslu og svo er náttúrulega þessi vísir að listabraut komin í Fjölbrautaskólann en það var fyrir 2 eða 3 árum. Þá voru þau að vinna með okkur ég man nú ekki hvað heita þau. Þau eru semst að læra að verða listkennarar. Já, fræði eru býtuna við. Já, ekki list fyrir alla, þetta er eitthvað Þetta eru kennslufræðin minnum við, þetta er eitthvað svoleiðis. Við vitum alltaf heldur hvað við erum að tala. En það var rosa skemmtilegt að koma og voru að vinna með nemendum í grunnskólanum og voru með sýningu út allt upp á Byggðasafni, bara upp alla veggi og loft og í öllum húsum og það var rosa skemmtilegt að sjá hvað er hægt að virkja krakkana. Þetta var mjög fjölbreytt, þannig ég held að þetta myndi gefa samfélaginu bara alveg helling. En það er líka sem betur verið búið að vera undirrita einhverja viljayfirlýsingar við háskólann og einhverja aðila niður á breið, en ég held þar eigi bara eftir að verða einhver gerjun sem að maður sér ekki fyrir og það verður vonandi bara fullt af spennandi tækifærum fyrir okkur til að taka þátt í og njóta þar. Já. Það hljómar, ég held að það sé einmitt að þetta sé svona dálítið fara að stíga svona smátt í þess átt. En það sem að getur gert þetta beinni útsendingu, ég ætla að benda á að það var að koma skilaboð gegnum frá henni Önnu Hildi í kommentarkerfinu að hún segir að ég get staðfest að Háskólinn á Bifröst hefur áhuga á slíku samstarfi. Þar erum við að þróa BA-nám í skapandi greinum til viðbótar við master í menningarstjórnun og þetta mun þá heita skapandi miðlun og þetta held ég að sé alveg stórkostlegt Jónína fyrir Háskólann Bifröst að þessi komið þessi viðbót. Hvað segir þú þessi nýju glóðvolgu tíðindi? Eða svo má orðið komast? Varstu að spyrja mig? Nei, ég er að reyna samband við Jónínu. Varstu að spyrja mig? Já. Ég heyrði ekki hvað þú... Mér líst nú bara mjög vel á það. Það er náttúrulega mjög spennandi það sem hægt er að gera ef að fólk svona rennur saman og lista, sko það er líka til eitthvað sem heitir opni listaháskólinn til dæmis, ég hef listaháskólanum í Reykjavík og það væri rosalega gaman ef að þau myndu kannski koma einhvern tímann eins og upp á Skaga með eitt svona námskeið og bara senda út núna til dæmis á netinu. Þið geta alveg haldið það bara til dæmis í tónlistarskólanum og sendt það bara út og þá getur fólk á Skaganum komið og fengið að taka þátt í þessu. Og við höfum fengið listamenn til að vera með námskeið hjá okkur, til dæmis í að skapa tónlist og það hefur verið rosalega skemmtilegt og
og svona eflandi fyrir nemendur okkar og allt svona, ég veit að hérna hafa krakkar farið heimsótt hana Michelle, listamann og allt svona og síðan var núna barnamenningarhátíð sem átti að vera á Akranesi sem var náttúrulega því miður blásin af út af Sollu en henni var frestað. Og þar eru einmitt nemendur í á Hólum, það ekki rétt hjá mér Ella María, sem voru í rauninni svona, þetta var partur af lokaverkefni þeirra, þannig að það væri mjög skemmtilegt ef að nemendur á Bifröst myndu til dæmis taka það sem lokaverkefni að stjórna eða hjálpa til við einhverja listahátíð eða menningardagskrá á Vesturlandi, því ég segi fyrir mig sem svona starfandi listamann að það er rosalega erfitt að vera að standa sjálfur í öllu Excel-skjalinu, afla peningana og vera líka í listamaður. Það bara tekur alveg rosalega á tankinn og ég er rosalega glöð, ég er í svona erlendu samstarfi og þar bara mæti ég eins og drottning og það er einhver annar búin að græða þetta allt fyrir mig og ég bara spila og fer bara heim og bara þetta finnst mér alveg geggjað. En sko, ef að til dæmis einhver myndi hjálpa listamönnum með Excel-skjalið og skipulagninguna sem part af verkefni, þá væri það mjög vel þegið. Ég get alveg fullyrt það á listamönnum á Vesturlandi. Já, nákvæmlega. Ég teku alveg undir það sem að verandi svona í skapandi greinum sjálfur, sko. En ég er svo gladur að Anna Hildur sé hérna að fylgjast með því að hún að setja hérna á Facebook eitthvað sem að mér langar svo að kjæta frá, en það er á sér stað núna samtal að koma á laggirnar rannsóknarsetri skapandi greina í Bifröst. Og Maggi, væri þetta ekki alveg svakalega flott fyrir það listgreinar sem eru hérna á Vesturlandi ef við myndum efla háskólan okkar á þennan hátt? Jú, ég held að allt svona skiptir bara mjög miklu máli því að þetta hefur svo mikil áhrif út frá sér, allt svona starf og það skiptir svo miklu máli fyrir okkur sem erum að vinna þá í þróunarstarfunni, framþróun vöruþróun og ýmsu sem að lítur að hvort sem það er menning eða listir eða menningatengt ferðaþjónusta eða viðburðir eins og komin á borð hjá okkur að við höfum í þekkinguna að leita, að við getum fengið stuðninga frá þekkingasetrunum sem eru á okkar svæði og við höfum bæði náttúrulega horfið mjög til Bifrastar og þessara nýju deilda og það sem verið að gera þar nýtt sem að okkur finnst bara mjög spennandi og eins höfum við unnið með Landbúnaðarháskólanum og þá hefur það aðalega komið inn á eins og matarmenningu og matartengda viðburði og annað slíkt sem að við höfum átt mjög gott samstarf við Landbúnaðarháskólan. Þannig að þetta skiptir okkur miklu máli og ég held að það skiptir líka máli fyrir þessa skóla að þeir séu í þessu nána samstarfi við sitt samfélag. Þannig að þetta er bara eitthvað sem allir græða svolítið. Já, og þá erum við komið kannski líka aftur því að þarna erum við að tala um hvað samstarfið er mikilvægt á milli skapandi greinana og fræðasetursins og svo samfélagsins, eða fræðasamfélagsins og samfélagsins. En Jónína, svona, þú ert búin að biðja orðið, örstutt svona áður við förum í kosningarnar. Já, ég glemdi líka að nefna að það verður mjög skemmtilegt samstarf til dæmis milli Akranes og Landbúnaðarháskólans með það sem að Hella ásamt sínum nemum þarna í skipulagsfræðinni, landsskipulagslæginu, hefur verið að koma að ýmis. Já, hvað heitir þetta nám aftur? Ég fyrirgefið að ég er aðeins, hefur komið að ýmsum verkefnum og verið mjög svona sko, ég held að hún hafi haft rosalega, þetta samstarf hafi haft mjög góð áhrif og það væri gaman eins og þau getur vafalaust komið á fleiri staði á Vesturlandi og gert skemmtilega hluti. Nákvæmlega og kannski að því að þau eru dálítið að tala um það svona að svona bæta svæðin og þá erum við að tala kannski líka bara bókstaflegt útlit og svona upplifun, svona andastaðar þegar þeir koma á staðina. Þetta er mjög góð ábending. En já, en tíminn er aldeilis að vaða frá okkur, tíminn er hratt að gera þetta öll, sagði skaldið. En við ætlum að fara yfir í, skal ég segja ykkur, Mentimeter, þá er komið að þessum lið kvöldsins og Solveig ætlar að setja í spjallið kóða og vefslóð sem við ætlum að biðja allir að taka upp snjalltæki sín og byrja að kjósa og þið kæra pallborð að hún Solveig ætlar að setja líka inn í spjallið á fundinum okkar. En þið farið sem sagt inn á
Þið farið sérst inn á menti.com og þar beðið að verið slegin inn kóði. Það 35680449. Og Sólveig líka bara að setja þetta hérna inn í spjallið okkar, þannig að við ættum öll að geta séð og þá ætti þið að komast hérna inn á kóðan og við hérna býðum þangað til að við komum inn. Þetta allavega fyrsta spurningin komin upp á skjáinn og fyrsta spurningin hvernig mætti bæta enn frekar samvinnu í menningarmálum á Vesturlandi og það má svara einu sinni og bara oftast, bara eins mikið og þið viljið. Þetta stór spurning, hún þarf náttúrulega mörg svör. Og við skulum gefa þessu nokkrar sekúndur meðan fólk að komast inn. Já, það kemur hérna strax meira samtal. Viðburðir á Vesturlandi. Samtali kemur hérna inn, það samtalið, það kannski það sem við erum að tala þá. Markaðstorg listamanna, þetta mjög áhugavert og aukin samvinna við markað og kannski vera að eiga við hérna, þá bara að tala við svona, svo maður orðið kannski fólkið á gólfinu. Já, samstarf háskóla. Hvað kemur hérna meira inn? Meira samtal og samstarf sveitafélaga. Aukið samráð, samstarfi ungmennaráð, það mjög gott, Satna Passi. Svo kemur hérna upp listasafn Vesturlands, það eitthvað sem við höfum heyrt áður hérna í þessu spjalli hérna. Já, og við gefum þessu nokkrar sekúndur í viðbót. Já, Satna Passin var komin hérna. Samtal milli skólastiga, samnýta sérfræðikunnáttu. Og þarna kemur ábyrgðasafn. Já, þannig að við erum að tala hérna að samstarf og bara svo mörgum og við víðum hérna á víðu vettvangi og það bara samvinna í uppsetningu listar og það kannski alveg rétt að það kannski líka vera, svona þetta þverfaglega, að eins og Jónína var að minnast á áðan, að það listamaðurinn og svo sá sem að spýr til hérna kynningarefnið og dagskrána. Já, það bara að koma hérna alveg fullt af hugmyndum, matur, saga, menning, virkja menntastofnanir, hvatning, samtalsvettvangur. Já, það að koma hérna í þessu orðaskíi sem að minnast hérna á. Að þá hérna, það eru bara margar hugmyndir. En já, en við skulum fara hérna áfram og þá bara fáum við svona næstu glæru hérna upp á. Já, nú það ennþá að koma inn, ég bara þori varla að snerta þetta, það svo mikið að gerast þetta. Við erum opin fyrir nýjungum kemur hérna, ábyrgðasafnið allt í norðið ábyrgðandi, samþætting ólíka verkefna, já. En já, höldum áfram og þá kemur hérna næsta spurning og það tengslu við félagsheimili. Hvernig mætti nýta menningarhús og félagsheimili betur? Og þarna aftur og það megi vera fleiri en eitt atriði. Og við skulum gefa þessu nokkra sekúndur, þannig að það að koma inn. Metnaður í stjórnun kemur hérna upp. Það svona að byrja að tínast hérna inn, auglýsa opið kall, tímabundnar sýningar, já, það kannski ákallið þar, kannski svona frekar í hérna, svona hvað ég segja, svona hérna að fjölbreyttari svona meiri velta á sýningum, samnýta fyrir fjölbreyttan rekstur og það kannski með þessar tímabundnu sýningar, kannski að tala að neytendurnir, menningarneytendurnir fái fleiri sýningar, menningar miðstöðar, fyrir 16 til 20 ára í skapandi greinum, auka vægi þeirra í menningarstarfi. Hérna kemur vera opin fyrir hugmyndum, þá má örugglega halda þorrablót þótt eitthvað annað sé alla jafna í húsinu. Þetta svona dálítið svona eins og við vorum að tala áðan. Ný menningarhús, menningarhús sveitafélagana, breiðari hópar notenda, fjölbreytt starfsemi, vera með sumardagskrá.
fara í stefnumótun nýtingu, nýta fyrir menningu, kennslu og fræðslu, auglýsa þau fyrir listamenn. Það eru greinilega margar hugmyndir, svona eins og áðan að það eru greinilega margar hugmyndir hérna sem að áhorfendur okkar eru að hugsa. Það kemur hérna í spjalluru fjölmenningastarf, alþjóðlegt samstarf, það nú afskaplega góðir, það eru mjög góðir þættir og samfélagslegar áherslur, starfsemi fyrir ungt nýsta fólk, fjölnót, það kannski svona dálítið lykillinn að þetta sé svona fjölnóta og það já, ef að gefa þessu svona nokkra sekúndur í viðbót. Já, hérna kemur leigja einstaklingum tímabundið með skilyrðum og búið til sjálfbært samfélag fyrir heimilin. Listasetur, nýta eyðibýli. Það sennilega verið að vitna hérna til NÍBS sem hefur nú verið alveg stórkostlega flott verkefni og verðluna svona eins og við komum aðeins á það. Einfaldar boðleiðir. Já, herðu, við skulum segja þetta svona allavega gott í bili og förum þá bara yfir í næstu spurningu. Hvernig má stuðla að auknu samstarfi safna á Vesturlandi? Og það eru hérna, þetta svona við erum alltaf að horfa á hvernig við getum nýtt eða svona aukið samstarf, hittingur og samtal. Já, hérna kemur safna klasi, virkur félagsskapur starfsmanna safnanna í landshlutanum. Samtal, já, samtalið er alltaf gott, það SS Svaffi bílstjórasætinu og ég að taka þannig að það sé ég, það kannski maður, já, nákvæmlega, en SS Svaffi bílstjórasætinu, Varaveislusetur Vesturlands, ábyrgðasafn, það kemur hérna, það eru góðar ábendingar, það kannski svona takt við hérna, við áherslu byggðaáætlunar. Samstarfshugmyndir þurfa að fá að koma frá söfnunum sjálfum, ekki miðstýrt. Og samstarf safna við skóla. Hugsanlega mætti svæðin skilgreina sig fyrir sérstaka staðbundna hluti og aukið samráð eins og hefur komið fram. Það náttúrulega við skulum ekki gleyma því að það mikil þekking inn í söfnunum sjálfum og þau kannski hafa reynslu af því hvernig á að reka söfnin á Vesturlandi. Kerfisbreytingar safna og stjórnunar þeirra. Já, markaðsmál. Og sjá, það að tínast hérna inn, það að tínast inn fleiri svör. Herra menntunarstig á söfnum kemur fram, já, það má kannski auka menntunarstig á söfnunum og skapa kannski störf. Sameiginleg sí- og endurmenntun. Það til dæmis hluti af þessu samstarfi sem getur verið. Þannig að það ágætt að fá hérna svona álit þeirra sem eru að horfa hérna á okkur í kvöld. Forsvarsmenn hittist reglulega, tengja meirinn í skólana. Það áhugavert. Við eigum þó nokkur merkileg söfn hérna á Vesturlandi, en við erum kannski ekki að tala líka hérna meira söfnin, svona sýningarsetur og sýningarsetur eru kannski annað í þessu samhengi. Kannski mætti ráða sameiginlega safnstjóra yfir 2 til 3 vestlenskum söfnum og kemur hérna ein ábending, til dæmis leggja áherslu á skilgreina söfnin, starfsemi safna og vera samtaki í að uppfæra tæknilega, já, þá þarna klippt af. Tæknilegar útfærslur, við skulum segja það bara, vekja áhuga sveitarfélagin í kring aukið samstarfi menntastofnanir. Já, það eru ennþá að tínast hérna fleiri, við skulum gefa þeim tækifæri að koma. Og listasafn Vesturlands, það hefur svona dálítið verið að poppa upp. Jæja, og þá skulum við segja þetta gott og förum hérna yfir í síðustu spurninguna áður en við förum aftur í pallborðið og fáum lokaorð frá hérna þátttakendunum. En næsta spurning detta þér í hug tækifæri til að efla menningartengt samstarf milli framhalds- og háskóla á svæðinu og annarra aðila. Þetta kannski svona dálítið hefur svona verið að koma svona dálítið fram, en við skulum sjá svona hvernig þetta getur spilað inn í.
Gefum þessu svona nokkra sekúndur að hlaðast inn. Já, byrjum að það eitthvað að koma inn. Samtal milli allra skólastega. Já, og hérna ég að sjá það að við getum sennilega bara sett inn eitt svar hérna. En það bara fínt, þá höfum við þetta stutt og lag og svona í restina. Við Sólveig höfum svo gaman að því að vera að vinna þetta, þetta svo skemmtilega og auðvelt að fá svona álit svona beint í að námsbraut, menningarnefndir sveitarfélaga hitti nemendur. Þetta reyndar mjög athyglisverður og góður punktur. Kannski þurfum við bara að tala við neytendur sem eru í þessu samhengi nemendur. Já. Jæja, herðu, hérna var ég að fá skilaboð hérna beint í að það hægt að, það víst hægt núna að svara fleiri spurningum. Jöp. Bjóða skólum að koma með hugmyndir að rannsóknarverkefnum, samtal og persónuleg samskipti stjórnenda skipta máli. Já, það kannski svona að þeir sem eru í brúnni, það svona smitandi kannski áhuginn þeirra. Þetta mjög áhugavert sem að koma fram. En já, skulum sjá svona hvernig þetta þróast. Já, hérna tæknin. Ég var að enda við að tala það hvað þetta var æðislegt forrit og það eitthvað aðeins að stríða okkur núna. Já, en það samt að koma hérna inn þáttaka í listhátíð, menningarhátíðum. Já, þetta getur verið að stofnanir, menntastofnanir getur tekið þátt í menningarviðburðunum og þá hátíðunum. Leggja áherslu á að nemendur rannsaki sitt svæðið, fái raunveruleg verkefni. Þetta svona kannski dálítið í takt við það sem að Jónína var að minnast á áðan með landslagsarkitektadeildina á Hvanneyri, að hún getur svona kannski fengið að vera að vinna svona dálítið út á örkinni og þá getur við öll grætt svona dálítið á því. Skapandi samstarfsverkefni sem snúa því hvernig ungt fólk sér nánasta umhverfið sitt þróast. Og hérna kemur líka samtal, það kemur hérna á Facebook að koma hérna samtal fræða og listasamfélagsins. Þetta afskaplega góður punktur. Námskeiðahald úti í feltinu. Jep. Við skulum gefa þessu svona 10 sekúndur í viðbót og allir að drífa sig að kjósa eða senda svona hugmyndir. Áður við köllum fram pallborðið í lokaorðin. En já, við skulum bara segja þetta kannski bara gott núna. Og velkomin aftur, kæra fallborð. Þetta var aldrei spennandi, fannst ykkur það ekki? En já, nú skulum við bara fara að klára þetta. Við erum nú þegar komið fram yfir tíman okkar og ég ætla að byrja á þér, Jónína, að vera með lokaorðin. Jónína, ég er að kalla til þín. Já, mér finnst þetta mjög spennandi og ég mjög spennt yfir því hvað kemur út úr þessu og ég ætla bara að varpa hérna fram svona í restina hérna, ég alltaf fæ tölvupóst, EFTA og einhverjir Norway Grants, það svona styrkja hérna sem maður getur verið þáttakandi í og það kemur bara við að kalla eftir einhverjum til að vera með þessu og þessu. Það rosa gaman að það væri einhver svona samstarfsverkefnum vettvangur fyrir listamenn á Vesturlandi og líka fyrir þá sem að standa fyrir einhverju, þá getur það bara henta því spurningu. Ég að fara að vera með eitthvað festival hann í sumar, ég með, ákveðið kannski prógram, það væri gaman að hafa eitt slott svona opið fyrir hver hefur áhuga og sendið mér þá verkefni eitthvað. Eða ef Rögnvaldi vantar tónlistamenn til að tróða upp hjá sér á hátíðinni og hann veit ekki alveg hvernig hann á að tala við, þá getur hann stekt að inn. Það hérna komið endilega með hugmyndir. Mér langar að fá svona samsetningu og tónlistamönnum, sendið mér hérna hugmyndir. Það væri rosa gaman ef við getum haft svona lifandi vettvang á Vesturlandi. Sammála. Maggi, svo ég sendi boltan til þín.
Já, ég bara segi eins og Jóna, mér finnst mjög áhugavert að vita hvað kemur út úr þessari stefnumótun og mér finnst líka það verið mjög áhugavert að fylgjast með þessu ferli og þetta er svona dæmi neyðin kennir naktri konu að spinna, hvernig við kannski höfum náð þarna nýju samtali við fólki gegnum tæknina við það að lenda í COVID-inu þannig að það fótti svo öllu illt sko. En þannig að mér langar að líka taka undir með Jónu. Ég held að það sé mjög mikilvægt einmitt að efla þetta tengslanet og þennan svona suðupott sem að þar sem að fólk yfirleitt að gera eitthvað mjög gott heima hjá sér og þess vegna skiptir svo miklu máli að koma þetta til skila út í nærsamfélagið, hvað verið að gera og kalla til hvort að það eru einhverjir fleiri sem að geta notið góðs af eða tekið þátt í og við vorum einmitt bara að kynna í dag á SSV verkefni sem samstarf viðburðardaskrá á Vesturlandi í sumar þar sem við erum að kalla eftir því að þeir sem hafa áhuga að halda viðburði geti komið í samstarfssamning og það sóknaráætlun og markastofan sem sameinast þó að reyna að styðja við viðburðarhald og ég held bara að það væri ekki það myndi bara enn bæta í púkkið ef við myndum opna þá gátt líka að þarna væri við líka þá að kalla eftir að fólk geti melda sig inn í einhvern samstarfspott að það bara ef einhver hefði áhuga á því að halda viðburð en hefði kannski ekki endilega stund og stað og myndi bara melda sig inn í einhvern pott eins og Jóna var að stinga upp á þá væri það bara mjög skemmtilegt krydd í tilveruna ef við getum bætt því líka út í pottin hjá okkur Sigursteinn. Þannig að það er bara endilega við skulum bara reyna að gera sem mest og best úr þessu öllu saman og bara hlakka til framtíðarinnar sko. Ég er alveg samanlega þessu og gott að myndist á þetta því að þetta tók svo vel hjá okkur í fyrra og við erum bara þrælspennt að sjá hvað kemur út úr þessu núna í ár sko. En Ella María, þín lokaorð? Já, ég veit ekki alveg hverju maður að bæta við. Ég er mjög spennt fyrir að fylgjast með þessu öllu saman og líka gaman að heyra sem Maggi var að segja með viðburðarhaldi. Ef maður má lýsa áhyggjum, það allir bara svo rosa peppar, það má kannski ekki. En mér finnst nefnilega, það er rosa erfitt að ná eyrum fólks. Og það er bara hellingschallenge frá því að Maggi er að gefa út einhverja frábæra vöru og frábæra fréttir. Þannig að fréttirnar berist fólkinu sem þarf að heyra þær. Þannig að það liggur vinna í því að ná til fólks. Það er ekki nóg að setja eina frétt á Facebook og halda bara allir á Íslandi hafi séð það. Þetta er dálítið challenge og ég held við ættum að investera svolítið vel í því að passa að upplýsingarnar skili sér alla leið. Þannig ég myndi að setja það á einhvern svona, ég er ekki með svarið, þetta er alveg pínu pönk og maður þarf ofta að hringja að fylgta fólki bara og nærði ekki öðruvísi en þetta er bara svona, til þess að þetta virki þá þarf að ná eyrum fólksins. En þarna er einmitt, þetta er bara frábær punktur, þarna er einmitt eitthvað sem að geti hægt að leysa með tengslanetti, að láta svona orðið fara og það er eitthvað sem við getum sett í menningarstefnuna, þannig að bara, það er bara mjög jákvætt að þú hafi komið með svona áhyggjur, það er bara mjög fínt. Ég fæ ekkert rauðaspjaldi fyrir, en takk. Ég fæ ekkert rauðaspjaldi fyrir þetta. Nei, guð minn góður. Hringja sveitarhringingu, 5 langar. Já, nákvæmlega, þá bara svara allir. Við áttum kannski að taka það aftur. En Rögnvaldur, svo að þú fáið þann heiður að vera með loka orðinni bara fyrir pallborðsseríunni. Það er ekkert annað. Jólastal sem sagt, eru það ættingjarnir sem koma mikið. Það eru íbúar á svæðinu, alveg frá Ströndunum, það eru Breiðafirði og Dölunum, Borgarfirði, fólk á öllum svæðum kemur á hátíðina. Fræðimenn sækja þetta, þeir eru í félaginu líka, þeir eru með fjölbreyttan hóp sem hefur skapast í kringum Ólafsdal og þar verður ýmislegt til og gerjast ýmislegt. Þar skarast hlutir og ég held að við hefum ekkert að feimið það í menningunni að það skarist sýningar, setur og svo framvegis. Við höfum að vinna saman, vera óhrætt við að fara yfir landamærin og vinna saman yfir landamæri og þaðan kemur fjölbreytnin inn í þetta allt saman líka. Og svo held ég að það sem kemur inn núna með Zoom og Teams og öllu þessu, þetta og bara til að gera okkur auðveldara að vinna saman og að búa til frábæra hluti. Og þegar það kemur eftir COVID og getur bara hittast, þá verður sprenging í þessu öllu saman og Vesturland fer bara beint á toppinn. Ekki spurning með það Þetta þú stóðst undir væntingur, Rögnvaldur, þetta voru frábær lokaorð.
En þá bara ekkert eftir, ég ætla að segja, ekkert framundan, það er nú kannski fullstertir og það tekið. En sko, það bara frábært að heyra hvað það svona mikill hugur í fólki að byggja menninguna og sérstaklega þessum tíma. Það kannski rétt sem að Rögnvaldur að segja það og okkur farið að þysta svona alltaf í að halda uppi góðu menningarstarfi. En framundan hjá okkur Sólveigu að taka saman þessi atriði sem hafa verið að koma fram, ekki bara á pallborðinu í kvöld, heldur bara líka í þeim pallborðum sem hafa verið undanfarið og við byggjum bara ég vil senda öllum sem hafa verið að taka þátt í pallborðunum okkur 5 eða öllum 5 pallborðunum og þeim sem hafa verið að fylgjast með á Facebook. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að leggja orðið belg og taka þannig virka þátt og við þökkum fyrir okkur og segjum bara góða nótt.